Því að það búið að vera margra margra vikna frí í FM 95 Þetta er búið að líða svo margra mánaða frí. Ég skilði Blondell. Þetta er búið að taka smá tíma. Ég skilði þig. Fórum í sumafrí en FM 95 Blöður hafði göngu sín aftur á þessum yndislega föstudegi allavega í höfuborginni 22 hitti, kannski ekki sól en búið að vera Anskotin hafið að loksins starti þetta líka inn hérna á höfuborgarsvæðinu. Veistu það? Þetta búið að vera á Norðurlandi og á Austurlandi og eitthvað. Í höfuborgarsvæðinu. Við höfum bara ekki fengið sól. Nei, það verður bara að segja eins og þetta er búið að vera bara ógæðislegt sumar. Og við hefum skilið sól eins og allir aðrir Reyndar get ég ekki kvarta það sem að ég hef eina sem ég hef verið að gera við hefum ekki tekið mikið sumafríblöð. Við hefum verið bæði að vinna. Ég er að gera upp húsið að mála og vesina. Þetta er búið að vera busy mánuður. Ég get líka alveg bara staðfesta hér og engin sól. Ég vona að fleiri foreldrar tengi við að þú ert í sumafrí og börnin eru ekki á leikskóla þá ert ekki neinu frí sko. Þetta er erfiðast að vinna. Það er að vera með krakkana. En eins og þið heyrið eruð með fullan bát. Ég ætla að byrja á fyrirlega þáttarins. Hann var að ofpeppast á hann sagði mér því að það er risa tilkynning og fleira í dag. Egill Einarsson, hvernig ertu? Ég hef ekki verið betri. Nei, þú ert vel spenntur. Ég er svo nýr. Þú yfir allur. Já, ég líka bara vel út. Málega líka því að ég þekki mig að ég hata að vera frí sko. Ég er illa frí. Ég vil ekki vera frí. Myndur þú flokka það sem að workaholic? Já, þú veist, þú flettur upp skilgjörninguna á workaholic. Ég er líka að tikka í 9-10 boxum þar sko, líklega. En ég hata að vera frí og ég er gaman að mæta föstu menna og haga mér svo en asshole í 2 klukkutíma og horfa heim. Og loksir ég mættur aftur. Já, þú er búin að ferðast um landið við hliðin á fyrirleganum. Hann var nú reynda búin að koma hérna inn en það er okkar dýrasti leikmaður. Já, Vassberinn, Steinþór H. Steinþórsson. Steindi, hvernig ertu? Ég er fyllandi góður í dag og fróðandi fín. Hann er líka sexy, hann er í skirtu. Sexy og líka greittur og Já, ég ákvað að fara bara svona fítn út í dag því að það er stór tilkynning og ég vildi svona klæða mig samkvæmt því. Finnst þið Steindi ekki alltaf sexy? Já, sko, hann er sko, ég lækki að vera leðilegur. Hann er óvinni huggulegur. Nei, hann er óvinni huggulegur. Já, ok, ég held að allar að fara að gefa mér einhvern. Ég ætla bara að málega að lega fólk að sjá hversu huggulegur. Ég ætla að record you og setja það á grammi. Fólk fatt ekki alveg hversu huggulegur þú ert. Já, taktu bara ljósmynd. Það er að recordin. Ég ætla bara að sjá, ok, bara sjá. Já. En nei, sko Já, við erum með betur að geða með vanga svipinina og henn líka horfið hérna þetta. Er þetta ekki aðalega skýrt? Er þetta grínast þið? Hvað skýrt er þetta líka? Hættu þessu. Þetta er ekki gefið skýrt á. Þetta er flott sér. Eðlilega huggulegur. En það sem ég var að fara að segja við ykkur drengi, það er stór dagur og ég klæddi mig samkvæmt því. Já. Og við erum búin að tilkynna það okkar miðlum að það er tilkynning í dag. Hún kemur hérna eftir. Hún kemur eftir en við getum gefið vísbendingu það að við erum búin að vera að vinna í þessu verkefni frá því það byrjaði eiginlega í nóvember. Já, hugmyndin fættist í nóvember og þetta er búin að taka sinn tíma en þetta er loksins að hafa stóð hugmynd og vonandi verður fólk bara peppað eins og við. En það er í mörg horn að líta þegar maður fer í svona verkefni. Já, þetta er ótrúlegt, ég var að segja. Þetta er ótrúlegt að Steindi sé með okkur í dag þegar ég held að hann myndi færa löghefli sitt í Skælagúna þá er bjöllur og leifar þar. Ég hugsaði bara ég og Blöð, við erum 2 í dag. Eða þú var í beinni frá Skælagúna. Hugsaðu það. Ég er ekki fáið ég hugsaðu það. Við náðum hann ekki upp úr. Sko þú þetta kom svo astnalega frá þér sko, bara svo veitir það. Af því að það var svo ábyrnandi að þú varst búin að bíða með hann brandara. Ég var að bíða með hann í 3 vikur eftir að komi ljósa Jullur og Leður Róni. Ég hugsaði ok, Stóni, hann verður bara Róni. Ég held að hann myndi bara aldrei fara upp úr það. Nei, það veistu hvað, ég er bara ánægður að hann sé búin að þú veist komast út. Hann vil aldrei að segja þetta aftur. The one time only concept hjá mér. En rosa, þetta var góður brandari þessu, ekki? One time only concept. Þetta er bara að segja hann að brandari. Nei, ég bara hugsaði til þín þegar þetta var leikt. Já, takk fyrir það. Bara fyrstu maður sem hugsaði þetta. Já, nokkar félag sem eru núna í Skælagúrun svo til dæmis Kolbarinn, hann er núna í Lóna, Skælagúrun. Er Kolbarinn aldrei heima þessu? Hann er einhvern veginn alltaf í einhverju. Hann alltaf lifið gulllega. Það hendi krakkanum pössum og svo fer hann bara og hellir í sig. Ég veit engan sem lifir herra en Kolbarinn. Það er bara flottar, hann er alltaf út að borða eða í einhverjum ferðalögum. Ég öfundan. Það ekki? Já, ég er bara heim í spagettibónum. Það sáðu líka Rúrekar á Tenerife. Já, ég sá það bara á Instagram. Það búið að setja Tenerife á hliðina nú. Það er svoleiðis. Nei, bara þú veist, svona sexy gæi hefur aldrei verið á Tenni. Hefur hann aldrei farið til? Hann er yfirlt á, veist, já. bara á Ítalíu eða einhverjum litlum eyjum eitthvað staður. Já, þannig að hann er ekkert búinn að setja hann á hliðina. Þú ert bara að segja hans er búinn að setja hann á hliðina. Nei, ég bara fengast með honum á grammuna og var að posta mynda sér á Tenni. Já, því að hann er búinn að setja eyjun á hliðina, það er enga fréttir af því eitthvað.
Það er ekki allt brjála Ég gerir ráð fyrir að sé allt á hliðina Þú sér þetta Ævar Gött Mundsson líka á tenni Akkur við ekki á tenni Er Ívar Hann er að hlusta og líka máli, ég get lofa þetta Ívar Guðmunds situr núna á svölunum hjá sér með vodka Red Bull að hlusta það er eiginlega 100%, við fáum líka hann er búin að taka okkur sko, málega er að Ívar Guðmunds, ég veit að við höfum sagt þetta áður en ég hef aldrei séð mann drekka jafn mikið af bara vodka í orkudrykk og svo sá ég hann bara daginn eftir bara 6 morguninu verða bara mættur upp á Esjuna ég heldur sem búin að segja þetta 10 sunnum við í þættum hann er a hell of a man hann er törmur, hann er íslenski tortimandinn já, hann er bara geggja við sættum stuðkvæðir á heldur að sé þannig núna þegar Rúrik er að labba á tenni það sé bara allt vittlust nei, ég meina þú hefur séð hann já, ég veit það þetta er ekki venjulegu maður, sko hann lítur vel út bara lítur hann vel út en þú veist, fólk snýsir alveg við þú veist, gæjar snúa sig við, ekki bara kvennfólk sem snýsir við hvernig ætli sé að lifa þannig lífi? Það snýsir engi við kannski ef ég labba fram í úlingum og snúa þessu við en þá er það ekki að því ég er sexy bara því ég er trúð menna hann þarf að vera sterkur því að þú veist hann fær nóg tilbúðum sko. en hvernig er það sko hvernig var þetta aftur þegar fóruð að pissa saman og hann gerði niðurlaðið út í orði bókser hann var ekki ánægð með því en ertu búin að breyta því ertu ennþá í bókser sko hann segir að maður er í Versace ég menna það er ekkert allir sem að vefna því og það er eiginlega svona þvengur það er ekki nærbús hann sendi mig daginn ekki nefndu í bóksunarbúsum sko og málið er að að senda hann á því eftir já bara við stutt síðan sko bara eftir í bókser og þegar flesti síðan ekki er í bókser ok ég veit að Rúrik hlustar og hann verður örugglega brjálað núna en mér finnst eiginlega bara hálf ógeðslegt að vera í einhverju þveng þá vil ég freka bara verið þægilegur nærbuxum þetta er ekki g-strengur þetta er semi-þvengur svona eins og þröng spýtóskíla já, í rauninni, svona sniðir eins og spýtóskíla nema þetta er Versace ég hef engan áhuga þetta er silkiblöð sko en blöð, ok, hvort þú hlusta á mest sexy gæi í öllum heiminum eða 3 útastmenn sem er alltaf lóður niður já, kannski skilur það er góð punktur og það er hlusta á gæja sem eru sérfræðingur í segið gera þetta er bara fýtt punktur það er mjög góð punktur Jökulsson við erum með rosalega þátthandekur í dag kæru hlustendur enda búin að vera í fríi vel peppaður þekkið ekki nýjasti liður náður fórum í frí hann er á sínu stað ég hef 4 spurningar á okkur drengir eins og alltaf það er nýr dagskrárliður sem heitir hvað heitir hann já sko málið er að það er nýr dagskrárliður sem er að hefjast á eftir bara fréttahornið þetta nei sko þú ætlar að segja hvað er í því já ok, þannig að þetta heitir heliumhotni já, jú, hann heitir heliumhotni okay. og ég kom við í búð á leiðninga keypti 2 heliumblöðrur og ég ætla að fara sko, mál er að það er náttúrulega búið að vera þungt yfir þú veist, það er COVID-bylgja strafgar þú veist, það er ný bylgja bara COVID það er bara neikvæða fréttir í gangi já, þannig að ég ætla að fara bara yfir Ég ætla að reyna aðeins að peppa upp á land og þjóð og þú ætlar að lesa fréttina grínrödd já, það er alvarlega fréttir það er það sem ég ætla að gera þú mátt ekki fara í eitthvað svona döðsföll eða eitthvað sko. nei, ég er ekki að fara að lesa dánafregn nei, það er náttúrulega ekki fyndið ég veit að það er ekki til að stundur í það búið að lifa jólur í Skagalagun og allir letir já, það er nú ekki erfið frétt ég er að fara að lesa það var til dæmis að koma mjög þung svona COVID-frétt sá ég og mér langar að renna til dæmis yfir hana með grínrödd en breytti það einhvað lífið þínu þegar þú sást að það með allir vera fyrir ofan í Skagalagun nei, ég var spurning að það breytti eitthvað í þess hverju heldur að við breytt? Við erum ekki byrjað að ljúga hlustundum við kendu að þetta er ekki besti dagur æðina þegar við lefum jólur í Skagalagun það sjálfsög ekki, af því að mér finnst bara galið af hverju með ekki allir vera að byrja ofan hvað kjátt er þetta veistu hvað, það segir rétt já, þetta er rétt en veistu hvað, ég átti þetta samtal bara þegar þetta kom í ljós en þegar þessi umfjöllum var í gangi ég sá þetta ég drepi já, hlustaðu þú trefin að þessu já, ég sagði, ég og kona var að tala um þetta og ég næði bara ekki, akkur með ekki bara allir vera að bera ofan hvað djúðin er gangið nei, ég er ekki hægt að tala um við erum að sögum blaðsvíð já, þá erum við allir ánægði með þetta og greinilega bara af mismunandi fórsendum nei, er ekki allir bara ánægði með þetta sögum fórsendum, þetta sé í lagi já, við finnst þið það, sérðu hvernig hann er veistu hvað, hann segja hvernig Egill leið núna af því að hlustendur sjá hann ekki veistu hvernig Egill leið hann starir á mig og hann er að snúa sér svona í hringi á hringstólum, hann snýst í hringi og með þetta glotta á sér þetta er sko, það er þvílíkur nei, nefnur hérna þessu það gerir mínu manni maður svo erum við með spurningi sko, við erum ekki eins og búin að koma inn við vorum svo peppaði fyrir þættinu drengir að við erum ekki búin að koma inn við áttum náttúrulega, þetta átti að vera þjóðhátíð að þáttur FN9 við áttum að vera í Vestmannaeyjum núna og það er sunshine og sko ekstra pirrandi er hvað veðrið er gott og við sætum alltaf úti núna bara höfni
minni í beinni Með risa gigg á morgun Spila með 25 manns á morgun í Dalum, en það er því miður game over. Þórólfur er með allt lóðrétt niður þessu. Nei, herru, þú ætlaðir að gefa honum vestur. Hann er ekki King Þórólfur hér í dag. Ég sko, málega, þetta er bara love and hate relationship. Bara frá þér, nei Bara frá þér á hann. Frá því í februar 2020 er ég búin að hata hann og elskandi skiptist. Hann veit ekki eins og að því. Nei, ég held að veit ekki eins og hverju þú ert. Ég er að segja bara, þetta er sambandi, kannski mögulega one way, þetta samband, en núna er hann game over. Hann er ekki lengur King Þórólfur fyrir mér, því að hann er alltaf niður sig. Og málið er að stundum ertu með allt upp á 10, eins og hann, og með allt upp á 10 þanga til þessi bylgjadattum innum daginn, eftir það er með lóðrétt, því miður. Hvað hefur þú viljað sjá hann öðru sig? Ég hef viljað sjá bara hann myndi kveikið sér í Síkó, halla sér aftur í stólum, slaka þess á. En ef það orðið á seint þá? Við erum bólusetsta þjóð í heimi. Þú getur nefnt með eina þjóð sem er bólusettan Íslendingar. Ég nenni ekki að fylgjast með þessu sko. Ángríns, en ég er að fylgjast með COVID, þá nenni ég ekki að lesa það. En veistu hvað, ég skil allar hliðar í þessu, þú veist, ok, það er engin bólusettur að veikjast alvarlega, akkur er ekki allt opið. Svo skilur maður líka, herðu, en hérna eigum við ekki fyrst að testa það hvort einhver veikist alvarlega. Þú veist, maður skilur þetta allt. Þetta er ruining my buzz hérna sko. En málega bara, mér finnst þess að Þórólfur hafa verið ákveðið bara svona ignora the data og bara vera svona eftir þverhaus. Þú ætti að eiginlega buzzið. Hann er eins og bara svo Steinþór og Gilsit þetta með þverhausin. Já, þannig að hann er ekki King Þórólfur hér í dag. Nei, hann er Þórólfur Young Own núna fyrir mér. Svo Já, þannig að spurningakeppnin hefði væntalega verið King of Þjóðhátíð í 7. sinni eitthvað. Hvað fáum við í staðinn? Ég spáði þegar það var vonbrigði að vera afbókaður á Þjóðhátíð. Spáði, við fáum ekki að taka lægi. Ég var spenntast fyrir að taka að koma með það. Ég ætla að hrósaði fyrir eitt poop. Þú segir, ég ætla að hrósaði fyrir eitt poop. Þú sagðir hérna í læginu, Dalum tók sér 2 ára frí, eða ekki? Já. Ok, listen up motherfucker. Það var Þjóðhátíð 2019. Það er ekki Þjóðhátíð 2020. Nei. Það er ekki 2021. En hún er 2022. Já, en hún tók sér 2 ára frí. Hann er ekkert eðla góð. Hann las þetta. Ég var meira 2 ár síðan að var. Ég goddamn genius. Hann tók sér frí 2021. Já, en ég þarf ekki að breyta textanum. Nei, þú last þetta blöð og þetta var bara vel gert. Þú segir að hann tók sér 2 ára frí. Hann tók sér frí 2020. Hann tók sér frí 2021. Við mætum á næsta ári. Við þurfum ekki að enda texta. Það er rétt að vona. Ég var svo og þarf ekki að breyta þessu báðum Ég var svo tilbúin að dusta rikið af gamla raptjúnarna upp á sviði. Ég var líka búin að plata Steinþór að fara úr ofan í DJ-settinu í einu lagi sko. Það var verið rosast atrið of all time. Það er ekkert eitthvað sem er að eyðileggja þetta fyrir mér. Við fáum ekki, ég get beðið Steindum að fara úr ofan núna og eftir sko. En þú skiptur síðan sko. En hvað er í spurningakeppninni? Það er sett King of Disappointment og það var disappointment að Þjóðhátíð hafi verið offuð. Ekki bara fyrir okkur sem voru svona giggastlega skemmt okkur, bara fyrir alla sem voru að fara og líka fyrir þetta frábæra fólk sem heldur þessu hátíð. Þegar þetta er hérna í sambandi við þetta fólk eins og Hörður og Grettis með stoppmaður sér kennst. Allt þetta fólk vinna við að halda þetta og sem var að blása þetta 500 í hátíð er að setja með þeirra spór. Þetta er viðbjóður. Og þess vegna spyrir málum eins og Þórólfur Herra Þverhus, eða Þórólfur Young Own sem við kallaði en dag. Hversu flókið að bara settu bara nokkuð þúsund svona 15 minna test. Fólk blæsi, bara setur þetta græði þess að testa, fessin í bátinn. Það hefði verið gert eða það verið hægt. Nei, fólk bara hugsaði ekki lausn. En hvernig, já King of Disappointment. En málega að Þjóðhátíð er samt ekki algjörlega of. Það er bara, við þurfum að koma líka. Já, vonandi er hún í lok ágúst í svona breyttir mynd. Þá var held ég hugmyndin að hafa, í staðan bara hafa 5 föstlaun og verður kannski bara 1 eða 2 kvöld og fólk er byrjaði í skóla og svona, kannski endar þetta ykkur 8 ásmanna hátíð. Það er eitthvað streymi á sunnudaginn, eða ekki? Það er brekkusöngurinn og Jóhanna og Ragga Gísla sem er by the way mest töffar í Íslands. Hún er það. Við mælum allavega með því að fólk fá sér streymið og opnuna rauða. Já, hún slóði gegn í hérna Poop 40 og síðan var hún með skera hérna því ég var í The Penguin Suite. Manstu því? Poop 40, Ragga Gísla. Já, hún er bara geggjuð. Akkur baustu honum í The Penguin Suite en ekki mér? Þú mættir ekki eins og Hvað afsöku varst þú með? Piece of shit. Ég með 2 daga gammalt barn mér. Já, frábær afsökur. Það var eitthvað svoleiðis. 2 daga gammalt sko. En það sem ber hæst í þættinum er að sjálfsög tilkynningin sem að kemur hér og eftir. Það er risa tilkynning í dag og já, ég er nokkuð bjartsýnn á hlustendur okkar eftir að taka vel í þessu tilkynningu. Svein með það. Jú. En við erum vanafæsti menn, drengir. Ég baði ykkur ekkert nein ráð. Ég er með Bubba hérna og
heyrði þetta lag daginn á Gullbylginni og ég hugsaði, ég ætla að opna þessu strax eftir sumarfrí. Það held ég að þér að hlusta hér á FM 95 Blö, á FM 957, fyrsti þáttur eftir sumarfrí. King Baba. Já, Bubbin, maður, það er ekki að gera honum þetta. Átt að vera þjóðhátíð þáttur FM 95 Blö, en eins og flestir vita þá er ekki þjóðhátíð, allavega ekki þessa helgi. Hvernig sem að það enda svo sem allt. En við vonum að fólk sé frí, eins og þú talar við vonum að fólk sé nú bara líka sko, ég vona fólk samt, þú veist, allavega gera eitthvað, fattur þau? Já, fara út á landi eða eitthvað. Fólk hellir í sig, allir frí. Við steindu, við ætlum að nýta nætupössunum okkar, við ætlum að mála bæinn rauðan á morgun með konum okkar. Það er á flöskuborða. Aldrei að vita. Málið það, ég ætla að beða stafsökunar fyrir fólk sem verður í bæ á morgun bara svona fyrirfram. Ég hringdi í mömmu, ég sagði mamma, nætupössunin, við ætlum að halda plani. Hvað er alltaf mökk ykkur? Við, sko, planið var að Akkur kemur ekki með Sko, planið var að Góða punktur. Bara, við heit ekki byrja bara í hádeginu, sko. Já. En þá verður orðin vel reiður og erfiður hann að setja partinu. Já, svo ertu bara Steindi höndlar alveg síðan. Það er þetta séði sjaldan reiður. Svo er maður farin heim líka bara, trúið snemma. Ég verð ekki reiðunum í tapi peningana, ég ætti alltaf haus líka. Jú, varst reiður bara í þeim íri að gera Celebrity Beef eða King Nökkva, sko. Nei. Vel reiður það, sko. Ég far ekki með Þetta var ekki Celebrity Beef þar, sko. Ég elskar þetta gott Celebrity Beef, sko. Þetta var ekki Celebrity Beef, þetta átti að vera Joe Comment þarna. Það var eina sem var svona beef í þessu, það er þegar fjölmiðla takit upp og segja skaut hart á hann. Varst það því? Nei, alls ekki, ég mest að sendi á King Nökkva, það er frábæð drengur. En spurður hann að ég er mikill Nökkvamaður, sko. Spurður hann eitthvað, ég líka þól ekkert anti-vaccínlið, ég trú ekki bara ekki að Nökkva sé þar. Akkur vill hann ekki taka the goddamn vaccine? Já, hann reynda að svara því ekki. Ég vil að heyra bara svarið hans. Akkur tekur ekki fokkin bóluefni? Þegar, veist, ég skal bara ef það kemur eitthvað geggja svar þá mögulega að setja hann á sokkinn. Við getum líka bara spurt hvort hann vilja koma í viðtal. Já, ég sendi á hann engin leiðindi með þessu skotið vinur hjarta, finnst samt þó eftir að fara í bólusetningu. Og sagður ekki Janssen? Settur í hjarta? Ég held sjálfur sam, já. Emoji hjarta? Já, okkur ekki. Varst hann að fara inn í hana? Nei, já, bara síðan það voru ekki leiðindi, sko. Akkur að það er emoji hjarta. Veit að þetta var ekki persónulegt þegar, takk fyrir að senda. Hjarta kann að meta, fannst þetta fyndi skot og mjög svo satt. Senda líka hjarta? Já, en hann setur hjarta við þegar ég segi, en mér finnst þú eftir að henda þér í bólusetningu. Þannig að kannski það er þess að hann fari í bólusetningu. Það er eins og þessi að fara bara í 24/7/69 að það, fylgja það. Nei, ég hans bara svo leið, þetta átti ekki að vera einn leiðindi á hann. Reyndar ef að Blöð segir, farið í bólusetningu, þá ferðu þið bara í bólusetningu, sko. Ég get sagt ykkur það, ég fór í Janssen og hérna þú voru að fara aftur? Já, ég veistu hvað, Blöð, eftir að ég hef búin í Janssen ég var við það að senda Þóróli bara má ég fara aftur, ég hef aldrei verið betri. Það er gaman að þessu. Já, ég hef aldrei verið betri, ég var svo feskur eftir sprautuna. Já, þú vilt aðra bara. Nei, ég er svona ekki að grínast, það var engin, þú veist, ég var bara feskur og bara góður. Þú veist, það var enga klæraði hali, sko. Þetta var bara, þú veist, ég var bara góður. Já. Og ég er spenntur. Nei, ég er spenntur að fara í næstu sprautu. Já, en þetta Celebrity Beef í rauninni er búið. Það var ekkert beef. Þetta er ný frétt, ég er bara að gefa fjölmiðlunum glænýja frétt. Búin að sættast og mynda þér og King Nökkva. Guð minn góður. Hann líka var að setja mynda sér eitthvað eðla flottu leður eitthvað. Ég sá það, en það getur alltaf verið að þessi emoji hjörtu og þetta er bara fín frétt. Já, herðu. Þú var einhversi að smíða þessi frétt núna. Þegiðu maður. Það kom að slúðri hérna í F95 Blöð og ég ætla að byrja slúðupakkan á Ben Affleck og J-Lo því að þú getur ekki farið inn á neina slúðusíðu, það er bara verið að tala um þau. Já. Og þau eru byrjað aftur saman og J-Lo setti þetta á 52 afmæli sínu inn á Instagram, myndaði á snekkjunni að kissast sem fór út um allt. Ég held svo með þessu sambandi. Já, ég líka. Það haldi allir með þessu sambandi, sko. Og þau hafa vist aldrei verið betri og eru ástfanginu ætla ekki að drífa sig að trúlofa sig því að J-Lo segist vera búin að læra af reynslunni þar sem ég verða að kalla rossaskít á það, sko, því að ég get lofa því að þau eftir að trúlofa sig, það er engum sem finnst skemmtilega að trúlofa sig heldur en J-Lo. Nei, hún elskar það í máli. Ég dýrka hana, sko. Sáuðu myndirnar, hún er 52 ára. Já, hún lítur hrikalega vel út. Ég held að við finnast hún fyrir utan rækir bara fallegast að kona heims. Já, en býstu, Blöð, ég verði að fá að segja þitt að því að nú er ég búin að vera svona völvan og ég er helvíti naskur í Hollywood-slúrinu. Já. Þú verður að gefa mér það. Ég er löngu búin að gefa mér það. Já, sko, ég er bara búin að sætta með hann er ég með allt upp á 10. Allt sem hann segir stendst. Þannig að segja bara hvað gerist í þessu og það er ekki spá með þessu. Nei, ég ætla ekki að segja hvað gerist í þessu. Ég ætla að spyrja ykkur bara.
þetta hérna einhver smá æsku ástæðna æsku, ég veit ekki. Þú voru saman í 20 árum. Já, ok, æsku ástæðna bara. Þetta þau... Saman í 20 ár? Nei, fyrir 20 ár. Hvað voru lengi saman? Þau voru saman í bara nokkra mánuði en trúlóðu. Nokkra mánuði? Ég held að vera saman í lengri tími það. Ok, þá setjast þau eru bara að byrja saman eftir nokkra mánuða fling. Já, en pælingin mín, strákar, þú veist, eru þau bara að byrja saman og mjög hamingjusöm? Eða voru þau farin að vera svolítið lítið á forsíðunum og ákveða svona vera saman í þessu? Hvernig hefur J-Rod það? Hvernig tekur hann í þetta? Sko, það er eiginlega óþægilegt. Er hann ekki höndlað það mjög vel? Það er líka mjög þreytt þegar þú hættir með konni. Besti hafnabóltamar allar. Já, þú hættir með konni og hún byrjar kannski með Sigga sem er í dínulagarnum og rúmfattalagarnum. Það pyrrði það ekki svo mikið sko. Þegar Batman byrjar með konniðinni, það er, ég verði að viðurkenna, það er annoying. Viltu að ég segja hvernig hann er að taka í þetta? Já, ég var til að heyra það. Hann átt afmæli líka í sömu viku og J-Lo. Sama afmæli? Ekki sama dag, en í sömu viku. Þau eru í júli eins og blöð. Hann eldi á annari ódýrari snekkju með allt vinafólk sitt og var á sama stað og J-Lo og nú eru svona blaðamenn að velta fyrir sig akkur hann að elda hann. Hann leði hann ekki dýrari snekkju, leði hann ódýrari snekkju? Ódýrari snekkju, hann náttúrulega ekki með Batman með sig. K.O. hefði verið að lega dýrari snekkju sko. Já, en fólki finnst eitthvað skrítið Alex Rodríguez sé að svona nánast að elda. Vera á sama svæði. Já, sama svæði. Var þetta ekki bara klikku tölunum? Það voru bara mysteriously á öllum eigum í öllum heiminum og voru á sama stað. Það finnst mér að líklega heldur en að hann sé að elda hann, en þetta voru vist einhverju tveir staðir sem að þau voru á sama tíma. Er þetta ekki eitthvað svona klassískir snekkjustaðir? Jó, vantarlega, geima snekkjudarna en ég sko... En heldur hann sé brjálaður af því hann byrjaði með Ben Affleck? Ég ætla að segja A-Rod, ekki J-Rod. Ég byrði innilega Já, Alex Rodríguez. Já, ég... J-Rod. Hlustendur okkar eru fötun á púlsum. En heldur hann sé brjálaður af því hann byrjaði með Ben Affleck? Er það svona, það er meira... Ég er bara þægilega að fyrirvændi byrja með lagamanni en ekki, þú veist... Hot celebrity. Hún er ekkert glöð, hann er ekki glaður með það, ég trúi það ekki. Herri, svo er Britney Spears, það er alltaf eitthvað slúður að henni núna. Ég reyndast hára vorkin henni, ég var mikill Britney maður og er ennþá. Hún var að byrta myndir af sér núna á Instagram sem heldur brjóstin á sér og svo var það tekið út og sett aftur inn og halda aðdáendur hennar að hún sé að gefa einhver ný merki og sömulega minna hún sé bara að mótmæla föður sínum sem að ég held að sé bara einhver ógeðslegu gaur, pappinar. Já, hún er Vil ekki gefa henni sjálfræðu eitthvað og þetta er samt, ég horfði á þetta er svolítið skrítið. Ég á svo erfitt með að skilja þetta mál almennilega sko, af því að þú veist, hún er ekki með sjálfræði. Nei. En sko, hún var í ykkur rosa málaferlum. Já, sem hún tapaði, sem var algjör synd sko. Já, þetta er agalegt dæmi. Þetta er agalegt dæmi. Ég bara þekki ekki að Britney Spears atriði nógu vel því miður sko. Nei, hún er bara basically fangi. Já, það er svolítið þannig sko. Hún er bara fangið á pappa sín og enginn getur gert neitt. Nei, þetta er leiðilegt slúður. Hérna, sendir þú ekki blöð eitthvað tíma á hana skilabóð? Já, hræðilegt. Hvað sendur áttur? Ég tók þátt í keppni online þegar ég var að vinna hjá Vurt. Þá var ég tvítugur og það var keppni að reyna að vinna stefnumót með Britney Spears. Og voru þið bara nokkrir á Vurt að... Nei, það var bara ég. Keppi því? Nei, það var bara ég sem tók þátt í... Þú var svolítið að horfa á hana á sínum tíma, þú var hann í Rauðagallalum og það, þú varst hrifin af því þegar ekki varst á króknum. Nei, mitt uppáhaldslag var I was born to make you happy og svo voru, ég átti að segja ykkur final words, þá var my final words I was born to make you happy. Mér fannst það rosa gott en ég fekk aldrei neitt svar og ég veit ekki hver vann deitinu. Það vann enginn deitinu. Það er sól á þróttaramerkinu núna. Já, hvað var það sólir? Þau eru að fara að heyra aftur í The Home Father. Hann kom og skemmti í brúðköpi á systir minnar. Hversu fyndið var hann þar? Ógeðslega fyndið. Djöfull er Sóli góð skemmtikraftur. Ég verði á hrósunum minn. Hann er a great fucking comedian. Og Eyþór er sturglaður líka. Hann er vannmetinn komíri. Hann er ekki, ég sagði það með þetta er kynnt hann inn, það er ekki hægt að vannmeta hann að því hann er svo góður söngvari. Nei, þetta fólk, þetta er almenni gómur, veit ekki hversu góður komíri hann er sko. Já, hann er mjög góður, hann er frábær. Það hann syngur og svo er hann með great comedy og eftirhermur og... Já, þeir voru báðir stórkostlegir, hann að sjáta á það. En þurfum við ekki drengir að við þurfum að gefa líka Sól að sjára bara sérstaklega fyrir sóluna. Já, ég meina sko, það er blár himinn og sko, líka hrósa líka hérna yfirmannu mínu, Fat Richard, það er góð loftrætt ekki hérna. Þegar sko, ég er búin að vera heima núna, ég var í bústæðan daginn og hvað, ég gæti ekki andað inni með 2 viftur og eitthvað. Það er svona gott viður úti. Það er ekki vesinn hér. Það eru næsta slúði var hvort þetta er drefleðilegt að vera að hætta með X-Factor og eitthvað við skuldum auglýsingar og svo er það þekki eða ekki drengir þannig að fara að koma ykkur í stellingar, það er bara þannig, en fáum auglýsingar fyrst.
Ég verð að taka undir með King Frikador þarna. Hvílíkur dagur. Geggja veður. Hvílíkur dagur. Fyrsti þáttur eftir sumafrí. Risa tilkynning framundan. Já, herður, tilkynningin er næst. Það margir búin að senda hvernig við tilkynnum með þessa tilkynningu og hún er bara næst á. Við ætlum fyrst að fara í þekkið ekki og herðu, það er hellingur að liði búið að taka okkur inn á Instagram að fólk að hlusta í bara glampandi sól og Ívar Guðmunds var að sjálfsögða að hlusta með vodka Red Bull á Sundlaugarbakka. Á TN, ég veist. Sko, ég ætla að segja, ég ætla að lofa hlustendum að þeir sem er að taka okkur núna einhvers staðar úti í sólunni að hlusta okkur. Ég ætla að repost everybody. Ég ætla að reposta everybody. Já, í kvöld, sko, fólk fær ekki repost núna en í kvöld þegar maður komið með steik og raut, repost everybody. Alveg sama hversu, þú þessi ömulegt. Það er repost. Og mín manneski Ester, mamma er núna að hlusta rauðin upp í bústað. Hún og allir gömbunni í bústað í 25 gráðum hlusta. Ester, skál. Drektu 3 glös fyrir mig að minna þáttunir. Nú er best þannig. Já, hella vel í sig. Það er hins vegar komið að dagskrárlið sem er svona, nýjasti liðun okkar, hann heiti Þekki eða ekki. Og býtu, næst ég er búin að gleyma. Ég að setja lagi hérna undir. Já, hvor ykkar, þetta er eins og alltaf, þetta eru 4 spurningar. Já, þetta er alltaf vond, þannig að ég minni drullu saman hver fara fram fyrst og... Vilt þú ekki bara byrja þetta? Jó, ég fer yfir fram fyrst. Nei, ég ætla fram fyrst. Já, vilt þú fram fyrst? Mér finnst þú einhvern veginn alltaf fá að fara fram fyrst. Já, mér er alveg saman. Já, steiti, fara bara fram. Hendum við djún fram, það er ekkert svindla hér, þeir fá ekki að heyra svörin, endi þeir í nettri keppni, í þessu. Látinni, heyri þetta lag, gott lag maður. King John. Já, fórsetin eða fórsetanir GTRN, já, geggjur, herru, ég er búin að segja þetta um svona 10 sem, ég ætla að heyri GTRN núna, þurfum að fá hann sem gest í þáttinn. Ertu tilbúin? Já, það er svona, segum ég. Já, hvernig ertu svona, núna þurfum bara 2 hérna, er ekki góður? Ég stressast upp í þessum lið, nú er ég ekkert svo góður sko. Nei, annars leinir hérna eitthvað og stendi verið fram og... Annars nokkuð brattur þetta ekki? Stressandi, jú. Ánægur að koma aftur í vinn eftir þetta frí. Já, með þetta fallega lag undir og mamma með rauðvinn upp í bústað. Það er eitthvað sem að segja við hana. Við mömmu? Já. Mamma var frábær. Og allir líka. Ég lóska sér að vera með ykkur hana. Herru, þá förum við í þekkið ekki. Fyrsta spurning. Ég hef spurt ykkur hvað ykkur finnst og annað en ég hef ekki spurt þessu, ég var að skoða þetta. Okay. Hvaða líkanspartuðin kveikir í makaðinum? Ég svara fyrir mig en ekki fyrir Steinþór. Já, þú svara fyrir Steinþór eftir. Þú er ekki Hvaða líkanspartuðin heldur að svona kveiki mest í Sko, ég myndi halda. Ekkert eitthvað sem þú veist. Já, þetta er líkanspartur sko. Líklega raskatið á mér. Já. Sko, það var það að þríhöðin en þríhöðin er meira svona sem ég er meira áhuga á en hún heldur sko. Okay. Þetta er sérstaklega eftir svona góða hnepuviku og réttur eftir. Það er ekkert meira. Hversu blautur ertu á skalan 1-10 að þínu mati? Sko það veldur svolítið á the scenario. Svo nú var ég á Akureyri í síðustu helgi. Þú varst blautur í Sunnafrínu með Godfather og Great Director Samuel og svo Fróvílin líka þarna og þá var ég svolítið blautur, þá var ég frí. Skilu það var allir dagar bara eitt kaldur steik en síðan til ég er í vinnunni og það er mikið að gera og þá náttúrulega drekki ég ekki drópa sko. Þannig að til þetta atrið, sér þú tenni ég byrja alla mótna bara á teka eina æfingu og svo bara post-workout beer. Þannig að ég myndi segja sko, ef ég tek árið heild inn sanngjarnt svar væri eitthvað stað svona byrjun 67 og ég ætla vel eitthvað sem Steindi getur aldrei giska á 6-5. En ég mun gefa hún rétt fyrir 7 og 6 eða 7. Já, basically, ég myndi frekar segja 6 eða 7. Já, ég held að hann giska på þetta á rétt sko. Og ég segi 7 7-minute abs 7-minute abs, not 6-minute abs 7-minute abs 7 minutes. Þá er það næsta. Hvað varur líklegast til að taka í roleplay ef út í það var farið í bara ég var líka þessu upp á Já, kreita þetta eins Yes. Ég las einhvers staðar á sturlu staðrendi. Ég held að 60% af hjóna eða giftu fólki stundar roleplay hana. 60% held ég þá. Já, reyndar er ég ekki giftur en ég er ekki komin á okkar. En sko klassíska er lögreglumaðurinn og slökkviliðsmaðurinn sko. En ég held ég myndi frekar vel taka svona ég myndi vel til að vera Valtýbjörn. Þegar ég væri Valtýbjörn, ég myndi jakkafötum og með gleru Ég get ekki sett það sko. Hann er ekki með gleru núna en þú getur ekki farið í roleplay
þú átt að segja hvað var líklastu til að taka í roleplay með fullri byrningu fyrir Valtibjörni heldur að konaði myndi vilja að þú væri Valtibjörni eða verið að fara í þetta. Segðu eitthvað sem líklegt. Þú myndir aldrei taka. Má ég ekki segja Valtibjörn? Jú, segðu bara Valtibjörn. Já, takk. Okay. Þá það síðasta, hvað færið þið mestu gleðina í lífinu? Wow. Já, það sem poppar upp nokkur hlutir. Ég gaman að þið hjálpa fólki og það breytir lífstíðinu sínum og verður helbriðara. Ég gaman að fara til Englands með fyllibittu vinni mínum og taka 3 daga blackout og syngja söngva og fara fótboltaleiki. Og ég gaman að því að fara til Tenerife með familíunni og vinum og ég vel það. Tenerife með fjölskyldunni og félögum. Það er eiginlega ekkert sem toppar það. Fjölskyldu og vinum. Já. Ok, þá máttu bara hoppa fram út. Þetta var ekkert verfið það. Nei, kannski roleplay. Gekk bara vel. Takk. Þá hækkum við aðeins í svo yndislega lagi. Steindi að koma einn inn. Já, tók ekki langa tíma. Steindi mættur hérna með ískaldan. Ertu tilbúin í þetta? Já, hann sagði þetta væri viðbjöður. Nei, þetta er nokkuð þægilegt í dag. Já, ok. Ég er bara klár. Þú veist, ég er bara að reynsa hugan og segja bara satt. Já, og er bara til í þetta. Fyrsta spurning, hvaða líkamspartur þinn kveikir sem mest í makaðinum heldurum? Ég held að sé afturendin. Rassinaður? Já, þú veist, ég er svona Ok. Segjum að ég kannski komin á styrtu. Já. Og svona akkurat eitthvað svona, þú veist, hún eitthvað kíkir inn eða eitthvað að spjalla og þá hef ég alveg séð hana svona kíkja á rassinu á mér og blikka mig. Þá veit ég að gamla er í stemningu sko. Ok, þannig að þetta er staðvikt þér, hún hefur verið að tekka á blikka. Já, þú veist, ég er ekkert með eitthvað vöðva sko. Nei. Ég er bara svona kúrulegur sko. Já, rassinn, flott svar. Hversu blautur ertu á skalan með 10 að þínu mati? Þú veist, þú ert reynskilin. Bara alveg reynskilin. Þú veist, ég svona, þú veist. Og ég tekka fram, ég er að tala um hversu blautur þú veist. Já, þannig að þá er ég ekki að flokka undir fólk sem er með vandamál. Nei, og þú veist, menn eins og við partíum ekki mikið en við drekkum mikið. Já. Eða sötrum mikið, þú veist, ég ætla að skella á þetta, þú veist, alveg heiðalegt svona núna. Þú veist, ég er búin að vera að mála svo mikið, það er búin að vera ála að mér. Ég er búin að vera svo mikið einhvern veginn svona frá bara að gera allt reddi svo við getum flutt inn og svona. Ég segi alveg, já þú veist, ást alltaf með bjóð, ég ætla að segja 8,5 á þetta. 8,5? Já, er þetta herraðum bjóðstuðið það? Nei, ég held að þetta er bara mjög hreinskilin hana. Þá var það næsta, hvað verður líklegast til að taka í roleplay til þess að svona krydda eins upp á hlutina? Þú ættir að velja eitthvað í kvöld eða hvað var líklegast að þú myndir fara í? Sko, ég hef aldrei farið í roleplay. Nei? Við bara, þú veist, ég er ekki... Þú leikari, sant? Já, ég hef ekkert á móti því. Nei, sjálfsög ekki. Það verður skrítið ef og svo verið. Getur bara verið stemning, en ég held að það hefur bara einhvern veginn ekki gerst, sko. Og hérna, hvað myndum að leika? Þú veist, ég bara... Hvað heldur að myndi fara þér? Ég veit hvað, ég ætla alltaf að segja þarna maður. Hvað heldur að myndi fara þér? Þú veist, ég hugsaði, fyrsta sem ég dætti í hug var einhvern veginn svona einhver lögga eða slökkulismæður og svona. Það er ekki ég, sko. Þú veist, ég held sko, erum við að tala um, sorry, ég ætla ekki að tæfi þetta, en erum við að tala um alveg svona roleplaying eins og svona ævintýraheim, þú veist. Þú ert ekki fyrir ADHD með konunni, sko? Nei, ég var að stunda kynlíf. Það var að spá, ég gæti verið fín álfur. Nei, menn ef þú heldur það kveiki í henni. Nei, ég held að það gerir það ekki. Nei, heldur þú eitthvað? Ekki það sem ég ætla að segja núna myndi kveiki í henni. Nei, ok. Það er minnst líklegast að ég myndi velja... Álfur, djúðlega skrítið. Já, ég veit að, ég bara segja, þú veist, þá er ég talið bara með eirun og eitthvað svona, með boga og eitthvað, ég veit ekki hvað ég hugsa. Ég hugsa þjófur, eitthvað. Eitthvað svona. Þannig að þú verður að stela og hún myndi nappa. Eitthvað svona gæi sem er svona hvað er þetta að gera um þetta sjónvarp? Ég herði verið að leysa Akkur er þetta svona hálfur inn glugga einhvern veginn. Nei, þú veist Fjóður, það var ekki takkið tilbaka. Nei, ég veit að ég sé mig bara ekki vera einhverja hetju í þessu máli. Nei, þá er það síðasta, hvað færi þér mestu gleðina í lífinu, Steinþór?
Ég veist það, ég mynda mér núna að þetta er mesta turn-off fyrir konu mín alltaf tíma. Nei, Sigrún, ef þú ert að hlusta, við erum að fara á svo rækilegt fyllir á morgun. Ég heimta þið endið í þjófnum þegar þið komið heim annað kvöld. Ég fór að hugsa um Home Alone þjófana sko. En það eru börnin mín. Börnin? Já, það eru börnin mín og þú veist, svona completely honest, ef ég má setja eitthvað sem er bara algjörlega í öðru sæti sko, sem ég bara fylgir fast á eftir. Já. Þá er það svona með góðra vinahópi vinnu mínum í svona dagdrykkju erlendis. Ok. Það sem að við myndum kannski setja á. Ég ætla bara að gefa eitt svar hérna. Hvað er Egill? En þú veist, það eru krakkandir. Þá kemur Egill inn og við förum yfir svör drengjana. Djúvel fannst mér þetta að vera vond. Ég held ég að vera að skjóta mig eitthvað í fótinn. Það er svolítið weird. Hvernig heyrið þið kalla Egill? Þetta á að vera soundproof þetta stúdíu. Það er ekki skipt að það. Þú heyrið svörin? Ég heyri eitthvað. Nei, ég heyri eitthvað. Það er öskra svörin sko. Nei. Þá komið þessu. Ég ætla að byrja á þér Egill. Yes. Ég spurði Steinda hvaða líkamspartuðin kveikir mest í magaðinum og hvað heldur þú að Steindi hafi sagt? Steindi setja upp stig hérna. Sko nú ætla ég að vinna. Ég ætla að vinna þetta í dag. Þegar Steindi yfirleitt einhvern veginn, hann pakka mér vel saman í þessu. Ég myndi halda að Steindi þurfa að hafa sagt tittlingurinn á hann. Þetta er bara þú veist alveg, ég sagði það ekki. Nei, einhvern veit það. Finnst þér einhverja líkur hann að segja það? Hreinskilinn og hvað sem þau eru sagt það? Nei, ég myndi ekki að segja það. En er það eitthvað ógæslegt svar eða út í það farið? Ég er að hugsa það. Nei, þetta er bara lifur sko. Já, nei, það er ekki það. Hvað er það, bumbanaður? Þú veist, þú fær ekki marga. Nei, ég bara velta hvað svarið þetta. Svarið var rassinn. Hæ? Rassinn. Já. Þetta með geggjaðan rass. Já, takk fyrir. Ég skeitt hana. Egill fekk ekkert. Ok, þannig að ef það var ekki bara afsakið orðbræði, það var ekki titlingun á hana, þá var það bumbun á hana. Það var ekkert annars að koma til greina. Nei, ekki neitt annað. Steindi, ég spurði Egill að sömu spurningu. Hvað heldur hann að hafa sagt? Ég held hann að hafa sagt þríhöfðun á sér. Nei, það var raskatið. Ég sagði raskatið að þríhöfðun, síðan tók ég þríhöfðun út. Ertu snillingur? Nei, ég var ekki með það. Kóruð með stig, ég ætla að byrja því að Steindi núna. Ég spurði Egill hversu blöytur erst á skalanum 1-10. Hvað heldur þú Steindi að Egill hafi sagt? Ég myndi halda sko að því að, þú veist, erum við ekki að tala um bara svona undanfarið? Já, svona bara yfir árið. Yfir árið, já, ég minna, þetta er búið að vera rennandi blöytt ár, þú veist, það er búið að vera mikið COVID og einhvern veginn svona. Ég held að þetta sé, ég ætla að gefa þessu 8. Hann sagði 7. Það var svo nálægt í maður. Ég var 100% að hann er að vera með þetta sko. Egill, hvað sagði Steindi hins vegar við svona spurningu? Ég held að Steindi hafi verið alveg hreinskilinn hana. Hann er alltaf hreinskilinn. Og hafi sett 18 á sig hana. 18? Já, þú veit, þetta er búið að vera COVID-ár. Þetta var 1-10. Já, þú búin að flytja í mennsjón, þú búin að mála mikið. Málar að helli sig. Hann sagði það reyndar. Ég var að þjála mikið að málarum. Og þeir segja alltaf mig, þeir er alltaf með 2-3 kalda. Ég kom inn á það og málið það, ég var líka sko, þú veist, ímynda, þetta er bara allar þessar sorpuferðir og þetta er ógeðslega mikið vissin. En ég sagði ekki 18. Þetta var 0-10. Já, ok, þannig að þú mátt ekki segja herri það. Nei, það verður skrítið. Ok, þá sé ég 9. 8-5, ég gef réttur þetta. Er það ekki rétt? Það gefa rétt? Já. Akkur er það ekki rétt á? Hækkar þetta upp? Af því að skrítið að gefa rétt fyrir þetta. Vá, ef ég vinn þessa keppni núna, það eru greið á. Nei, það er rétt að Steindi, hann á ekki að fá rétt fyrir. 8,5 hækkar upp í 9, piece of shit. Erum við farin að ná þetta? En þú sagði mig á hann að ég myndi segja 6 eða 7 og myndi hann áðan sagði ég, það skiptir ekki máli. 8,5 fer upp í fucking 9. 1-1. Ok, það er 1-1, ég ætla að hafa það þannig. Næsta spurning, Egill, ég byrja á þér. Ég spurði Steinda hvað verður líklegast til að taka í roleplay. Þegar út í það er farið, hvað heldur að Steinda? Já, ég máli, þetta er sko, það vita allir hvað það er spurningunni með sko. Það vita allir hvað fetti Steindi þú eru með sko. Það er erfitt. Hvað er það? Nei, þú veist, þú ert búin að segja að þú fílar BDSM, þú fílar út báður, stuðumalvörur, allt þetta dæmi. Ég er ekki búin að segjast Nei, ég fæ bara það sting í heilan. En ég er ekki að segja fólkinu að fréttir sko. Nei, ég er að segja, þú veist, ég er bara að velja hvað er rétt svar. Ég hef alltaf þurft að svara, þú veist, að þú mátt velja eitt á okkur nanosekundum, þú veist, það er ekki Sko, eina sér að hugsa, hvað er skemmtilega svo fyrir, skilur þetta er roleplay gaman að dressa þetta upp, sko. Ef hann dressa þessu báður, þá er hann bara einhverjum, stuðbuxum og með ókleiklega og bara eitthvað svona benda fólki á að
þrífa sig okkar. Ég held að það sé miklu skemmtilega. Ég held að miklu skemmtilegri roleplay-leikur ef hann stöðumálavörður, sko. Miklu skemmtileg. Ég vissi að þetta segja. Hann full klæddur. Þannig að ég segi stöðumálavörður. Nei, það var þjófur. Steindi vildi leika þjóf heima á sig. Já, Viltu útskýra það koncept? Nei, ég var Þið geta brjóðast inn og gerir svo niður. Nei, ég eftir eitthvað rugglaður. Ég veit þá var það meira eins og þetta var að segja. Ég væri með svona sjómarp í fanginu og einhvern veginn svona. Og gerir svo niður. Nei, veistu hvað, ég veit Þetta er roleplay-leikur, sko. Já, ég veit Endar að gera niður þig, það er konceptið í leiknum, sko. Já, þú þarft ekki að segja það. Já, þú veist, eða lögga eða eitthvað. Hvað veit ég maður? Ég spurði eiginlega sömu spurningu, Steindi. Hvað heldur þú að það væri líklegast að Egill myndi taka í roleplay? Ég myndi gíska á slökkviliðsmanninn. Nei, það var Valdi Björn. Núna, þú varst helviti langt frá það. Veitu, máttu segja personur? Nei, það var, ég bara nefndi ekki að tala við hann lengur, sko. Hæ? Hann sagði að hann myndi leika Valdi. Ég er bara hreinskili. Hvernig myndir þú mæta sem hann? Ég bara myndi í flottu jakkafutum og sér myndi ég tala og mjög góður að tala, ég mín skoðun og ég misti ekki að þætti á konginum, sko. Hvað myndir þá að vera að lýsa íþróttaleik? Ég er frammari, skilur, ég er góð að tala frammari. Ég veit það ekki, ég bara getur farið í næsta liðið eða eitthvað. Það er síðasta. Hvað færið mestu gleðina í lífinu, spurði ég Steinda í. Hvað er það sagt? Og ég það síðasta, já, þú ert að svara. Steindur er frekar léttur, sko. Hann er glaður yfir mjög mörgu. En ég velja hvað er alveg on the top. Það þarf ekkert mikið til að gleðja mig. Money. Jesus almáttur. Og nú er ég að treysta á að hann sé completely honest. Hann hefur þá logið því að voru börnin hans. Mest að líka sér hér, sko. Ok. Takk fyrir hreinskilin, Stendur. Hvernig ég að vinna að þú lígur, sko. Money, þú sagði það bara. Hvað er þetta eitthvað rugglaður? Ég spurði Egill, Steindi, hvað heldur Egill að sagt? Sko, þú getur unnið þetta og svarar rétt. Ég held að það sé sama og ég sagði. Já, ég verði að gera eftir hann sagði tenni með fjölskyldu og vinum. Akkurat, takk fyrir. Hann er ekkert alveg góður í þessu. Það var sigur. Takka þessu saman. Við skuldum auglýsingar og svo förum við í tilkynningu hér strax eftir auglýsingar, þannig að ekki fara neitt. Það er risa tilkynning að koma inn. Þetta lag áttu að vera að taka ég beinni já, í dalnum annað kvöld, en það verður því miður ekki tjöfull er það svekkjandi maður. Það þýr ekki að grænja. Það er gaman að taka þetta fram að 25.000 manns viðurkenna, en Þórólfur hægði sér. Nei, hann sem hægði sér bara staðan og það kemur bara betri tími. Já, við erum ekki að fara að grenja því þegar við erum að fara í rosalega tilkynningu, drengir. Við viljum menna þessi stærsta tilkynningu okkar of all time. Er það ekki bara frá upphafi? Ég meina, við erum alltaf að reyna að toppa þér. Við séum alltaf svona, vonandi vera fleiri tilkynningar sem vera stórar. Ég held að þessi sé svo stærsta hinga til. Ég held sér rétt þér. Það var margir beðum þetta. Sko, eigum við nokkuð að segja neitt? Eigum við ekki bara, þú bjóst í trailer sem ég á þess eftir að hlusta á. Það sem ég veit skemmtilegt er, hlustur halda líklega við sem að ljúa af því hafi hlusta á þann trailer. Ég sverða upp á þið hafi ekki hlusta á hann. Og skemmtilega er að ég vil sjá viðbröðin ykkar þegar við spilum hann. Þú viltu koma gróðart. Og áður við spjöllum þetta og ekki að byrja á trailernum og svo útskýru þetta betur hvað er að fara að gerast eftir trailerin. Ég held að það sé bara mjög sniðugt. Og sokkarinn í miðju, Blondale. Nei, við spilum allan trailer. Það er skýrkast. Hvað er þetta langur trailer eða? Nei, bara 2,5 mínúta. 2,5 mínúta? Trailer lengt. Tilkynningun okkar. Trailer lengt. Eru þið tilbúinir? Já. Og hlustendur reddi, hér kemur þessi risa tilkynning. Fellow Icelanders, sit your ass down and get ready for the biggest news in Icelandic media history. A story about 3 guys. You might even know them. One of them is completely bald. Extremely bald. One of them likes having sex laying on his side. He's extremely lazy. One of them is highly successful personal trainer / actor / model. You know what guys I'm talking about. These amazing guys. You're gonna sign your ass up right now. You got that, motherfucker? You got that? FM95blå.is. Check it á því right now.
honum að til Þú klárar hann ekki Ég vissi þetta stóra Hvað, verður ekki búið? Right now? Já, hann er að klára það er búin að æla mig Býtu hann Æla að og hlátur. Göllóttur eitt sem gefur hann hlið og svo erst þú rosa successful Nei, ég er bara kynna út Þetta er stórt drengir maður Sem fyrir ykkur sem föttu ekki hvað er í gangi þá erum við byrjar með podcast sem heitir Blökastið Já Það er bara Og þannig það verður engin breyting á föstudögunum, við erum alltaf hér á föstudögum milli 4 og 6 Já. En þetta eru 9 þættir, auka þættir, 4 mánuði sem koma inn á 3. Þetta er bara til að stytta Þetta eru auka 4 þættir og við ætlum meira að vera öflir það kom þetta ekki fram í tilkynningunni þetta kostar 1390 á mánuði Já, þetta er subscription service concept Jafn mikið á 1 bjór Já, við erum búin að rannsaka við fórum á nokkra pubba Þetta er 1 bjór Þetta er 1 bjór eða held ég 1 stór bræðarefur og jafn mikið á nokkur rakvélablöð líka Þú varst að reyna að finna einhverja hluti sem kostuðu 1390 En fyrir 1390 gata þá fáum við eins og við segjum 4 þætti á mánuði 100% Alltaf á 3 Við spáum að hafa þetta þriðfös Já, þannig að það eru blökasti á 3 dögum og FNÍFM blöð bara það breytist ekki neitt Fyrst á þetta föstu er bara dögum eins Við ætlum að hafa þetta aðeins öðruvís á 3 dögum Við ætlum ekki að hafa þetta same shit aðeins að breyta til félagarnir Já, svona aðeins, ég segi kannski ekki þroskaðara en svona Þannig að sko það er komin inn einn þáttur Já, það var skemmtilega Stendur útskýrðu það Já, sko, við ákváðum í staðin fyrir að tilkynna núna blökastið og það kemur þáttur á 3. daginn en þá kemur þáttur nummer 2 í raunin á 3. daginn því að það er einn núna bíðandi inni Þannig að þú skráir það eftir og séum að bara lager og vinnaði og lager með kvöld döðleðist og skráir þið strax og býður strax einn eftir Já, líka sko það er vestlunum að helgin hvað heldur sem margir að fara að keira út á land og eitthvað hvernig verður að setja bara blökastið í Og við ætlum líka að segja líka að við getum satt líka sem sko hugmyndin er við ætlum að líka mögulega vera með aukaefni á hana mögulega ætlum við vera on camera sem margir má býða okkur Já, við stefnum að vera einu sinni í mánuð á camera Já, svona ætlum að þróa þetta eins Og svo aukaefni þá sko okkur langar að taka að því að við munum vilja sko við fáum átt viðtöl til dæmis þetta til okkar Við viljum alveg taka lengri útgáðar af þeim þannig að við getum verið með sérviðtöl við getum segjum að Gunni Nelsi að fara að keppi UFC þá kemur þáttur ef það er eitthvað í gangi Já, þá kemur sá þáttur fyrir utan að það er alltaf þáttur Það er alltaf 4 þættir en það mun alltaf vera dettin eitthvað random gummilaði bara Já, mér langar eins og ég bara undir ykkur mér langar úkislega að taka hérna atunum með nokkar sem voru í fyrstu seríu taka Eðismára, Óla Steff og fleiri og svona spyrja út í eftir fyrir Recap Já, þá verður það bara svona auka þættir sem kemur þann inn Mér langar svolítið að vera bara hérna prófa að vera einn með þátt þegar ég myndi bara svona vera með huglengar Varst þú ekki líka að hugsa að vera með koninni? Jú, kannski opna inn á rauða og bara taka hann upp heima Þannig að kannski einn mánuðin þá er þetta 10 þættir Já, maður veit að Við ætlum bara að vera með hell of a goddamn show Við lofum því ekki, við lofum 4 þáttum Það er alltaf þannig, en með hitt það er bara fyrir eftir stuði Já, þannig að núna þarf fólk að fara inn á fm95blog.is og já, bara skrá sig við vonum Eitt þáttu komin inn, næstur á 3. daginn og þetta er bara ongoing party hérna og vonandi eru fólk sko, það er engin skylda að sæna sig þannig, þetta er bara auka þættir, það eru 9 liðir og þetta er það er engin liður í blökastinu er í FNÍFM blöð Nei, og það er þannig við getum alveg bara sagt alveg, það er komið þarna kvikmyndagagnrinni frá Agli Mjög virt Sko mál er að sko fólk er strax fara að tala að þetta er faglegasta kvikmyndagagnir sem það er engin að tala um það því að það er engin búin að heyra þáttin Ég heitt að kvissast út Fólk er bara að segja að þetta hafa verið svona faglegasta gagnir En það er ekki hægt, það er ekki heyrt Og líka mikið að liða úti sem elskar money og Steinþór er með svona finance hotnani Ég með fjármálahotnið, það er á sínustæðarna Við ætlum að fá menn og viðskiptalífinu sem mega billions og gefa okkur money tips Já, og svo er Snjómaðurinn Óli, það er að Stefán, hann vakir yfir borginni og fleiri, það er margir þarna, það er alltaf gerast þarna Fólk þarf eiginlega bara að hlusta fyrsta þátt Já, við hvetjum fólk bara til að tjekka á þessu Þetta var tilkynningin að FNÍFM blöð eru konir í podcastleikin og podcasti heitir Blökastið og það kom neitt þáttur inn Já, rándist Herru, eftir smá spurningkeppni Gilsarans fyrst er það Kaleo með Skinny Herru, þá strax að young fans sem spurði hvort þau væri nokkuð hætt á FM út af podcastinu, það er alls ekki Nei, þessi þáttur verður alveg eins á FM 957, þetta er bara svona auka Já, mér er bara gott að hérna út af margir að senda okkur strákar, drullið það mætu oftar vinna en einu sinni og nú er átt að lifra því og hérna Þetta er basically bara, staðan er ekki búin að vera góð því að COVID-bylgju eftir bylgju og þetta er bara auka þætti fyrir þá sem vilja meira þetta er bara option fyrir ef ekki segja bara, alvöru aðdónd Það verður bara alvöru metnaður í þeim þætti líka svo þessum og þannig að við tilum að deliver a high quality content að sjálfsögðu, fyrsti þátturinn inn á potinu er líka geggjaður Já, ég vona það Ég lakaði líka að fólk hlusta á þáttin sem býður inni og það er mjög fagleg kvikmyndagagnrin og
Ég held ég að gaman að fólk sé sæna sig inn og má ég tísa hvað myndi ég fjallum? Já. Ég er að koma með gagnrýni á myndina Con Air sem er svolítið skrítið að því hún er gömul sko. Já, ég kom með þá gagnrýni Þetta er mitt hot en það var mjög skemmtilegt, ég viðurkenni það og ég er að koma með mjög faglega gagnrýni á Con Air Þannig ég hlakka til að heyri fólki sendi mér á gramminu, þú er búin að hlusta á þessa faglegu gagnrýni, hvernig ykkur fannst hún? En þetta er inn á fm95blå.is en það er hins vegar komið að sturlum staðröndir drengir, ráður fyrir mig spurningikeppni Gilstarans, þá ætla ég aðeins að róa þetta, það er búið að vera svona, við skáluðum fyrir tilkynningunni og svona, bara aðeins að fara svona niður og hafa þetta kósið, eru tilbúinir? Rétt. Fyrsta sturlaða staðrind dagsins, meðal manneskja er með 6.200 hugsanir á dag. Já, það er mikið. Ég haldi að vera meira þú stoppa að hugsa hvað djöðu skjáltaði en þú getur ekki hægt að hugsa, vissur það? Ég var búin að segja einhvern mann, styrla staðnind Nefn á sért mjög góður í svona hugleyslu og en þá ertu samt að hugsa eins og Nökkvi og fleiri sem er svona í jóga þeir geta slögt á hausnum bara alveg þögn, silence Ég erstu vissu það? Ég veit ekki, ég held það Ég díla nefnilega við það er að ég, hausuna mér er alltaf einhvern veginn í gangi. Ég díla stundu við það þegar ég er að fara að sofa þá get ég það ekki því að ég bara er svona einhvern veginn bara alveg á milljón með alls konar En hefur þú leist einhver vandamál upp í rúmi að hugsa? Já Ég held að sko, ég hef skálað rosalega Ég bara með minnis með alltaf bara svona, þú veist, ég nota síman eða blað og skrifa átt niður ykkur hugmyndir Ekki svo veist leiðild að sofa? Já, minnst leiðild að sofa Þú skálað mikið á mér eftir að ég eignaðist kærustu og börn en ég átti til að þegar ég var einn heima ég var náttúrulega bjó einn bara í 7 ár þá ofugsaði hluti svo rosalega ég var að byrja að ímynda mér hvað fólk var að segja og það er stór hættulegt þannig að ég var bara rugglaður hann tímabil Næsta Queen hljómsveitin hét fyrst Smile og flestir í bandinu vildu halda því nafni en Freddie Mercury tók það ekki í mál Já, mjög vel kallað hjá Freddie Mercury Smile hefði ekki selt eina plötu sko Ég var lögin var eins Ói bara, Smile Já, gengur þetta ekki Nei, leikiladræðar með gutt sitt nafn Já, samt skiptir það einhverju máli eins og nafnið F95 blöð og þessum þetta byrjaði sem grín svo settu það bara inn Já, það er samt frábært nafn Þú ert blöð, þú erum F97 og þú er F95 blöð Og Sverri Bergman á það nafn hann bjóða til við vorum að lyfta í ræktinni félagarnir og gefa sjárátt á þann helskapna meistara sem búin að vera á Kíró núna í 3 mánuði og voru helskapin Keto, hann er búin að taka sér 15 kíló maður Já, 15 kíló En byrjuð, má hrósa um ykkur leita Já, það má hrósa út af því að hann er heilbriðar í dag og var skila betri tölum á lækninum í dag og hann er bara í betra formi og í betra standi og það má hrósa fyrir það og honum líður betur í dag snýst hvernig honum líður, honum líður vel og hann ætlaði með þetta að mæta og þjóðatíð í toppstandi en því miður er það farið Hann er samt, hann er í streyminu á sundaginn, hann er að leiðin til Það var beru ofan þar Já, næst Ég var það Það eru enga líkur á það Næsta stjórnlega staðarinn þú getur þjálfað í að sofa með opin augu og að sofa standandi Steven Seagal segir með opin augu Það er rosalega En ég veist ekki að getur þjálfað í þessu Þannig að þú getur bara þjálfað í þá sefur standandi En þarf maður þá ekki að fá okkur félaga til að koma reglulega og bleita í augunum með augndrópum Akkur Því að þau þotna örgulega En blikka maður ekki þó maður sé sofandi eða? Já, maður blikka bara full Ég veit ekki Blöðum, það getur verið horse manure sko Sko, ef þú líklegt manure Þú veist, ef þú sofandi um opinu augun og blikkar þá held ég að þú opnir ekkert aftur Það er fólk sem sefur með opinu augun Já, ég veit það, ég er bara spáði hvort að það þurfi drops eða ekki Upp á sitt besta stjórnaði Pablo Escobar 85% af öllu kókain í heiminum og þjenaði $500 milljónir á viku Hann var king of Yeyo Það heldur mikið að Yeyo, 85% af öllu Yeyo í heiminum og $500 milljónir á viku Alveg Yeyo magnaða Það var nóg til hann að kallinu 25% fólks drekkur áfengi Já, þetta fannst mér, ég trúi sig ég held ég að fjalla með það áður hérna ég gleymur stundum að við líka búin að vera í sumarfrí og eitthvað en 25% fólks sem drekkur áfengi finnur ekki fyrir þingu Ég það ekki engan Það er einn af hverjum 4 Jú, I've got Munson Já, Sveppi Nýja Sveppi En það er ekki búin að hann vaknar og hættir í sig aftur Já, nei, sko, málið er að ég hef alveg hitt Sveppa þunnan, sko, ég hlust ekki á þetta Málið er að hann er bara Þegar þið fórum á AC, mannstu myndir en sendu ykkur daginn Sveppi, hann var 2 síðan þá, sko Má svo mynd hitta Street Side daginn því að þetta er, ég hef aldrei séð þinnri menn Steindi og Sveppa Má ég mín vegna, já put that shit on the line Já, já þá það bara að lefja Sveppa en eina er bara, þú veist að sko, Sveppi er samt bara hannig að hann nennir ekki vorkun hann nennir ekki væl og vorkun og sérstaklega ekki frá sjálfum sér hann vaknar bara og er ógeðslegur eins og allir aðrir hann bara drullar sér hann segir alltaf bara upp og áfram já. Svo er það næsta að þú finnur enga lykt í svefni
Þannig að þú getur bara að vakna við hljóð. Getur maður freda framan í ykkur á fullu sem sofandi og það ekki lykt. Við komum til vaknar ekki. Nei. Það vesen að kveiknað í og finnur einhver lykt. Það einmitt þeim stóð. Það bara, það hjálpar ekki neitt. Þess að náttu helst pípdrasli. Pípar reikskinnari. Yes. Helvítis pípdrasli. Já, þetta er eðurlega pípdrasli með sko. Þegar ég reyndi ekki að hafa og ég kipti í aðvagnum að mjögulega neglaði beint á, ég held ég myndi finna lykt sko. Takk fyrir þetta blóndi, ef þú vilt líka að bjarga mannslífið hana. Þú ætti að vera með reikskinnir heima. Ertu ekki með reikskinnir? Ég veit það núna, ég vissi það ekki áður, nú veit ég það. Ég myndi að kaupa það núna, þú veist ekki hvað þetta heitir. Það byrjaði að píp og þetta skipti batteri, ég tók bara af og áfram í lífið sko. Sett hann aftur upp. Þá er það næsta, það var allir, já þessi er svona, já skemmtilega og ekki skemmtilega, það var allir verið yngsta manneski heims á einhverju tímapunkti. Það er frábæra punktur hjá blóndi. Ég sá bara dó eitthvað inn í sekundubrót. Já, ekki einu svonni. Svo er það síðasta og þetta er fyrir þig Egill því að þú ert mikill snekkjumaður. Jeff Bezos, sem er hann ekki ríkasti maður heims í dag? Já, hann er öðru seti held ég. Ok, en hann er að smíða snekkju sem að verður með aðra snekkju inn í snekkjunni. Það er geggja koncept. Tiny snekkju. Hann leggur stóru svolítið í burtu og fer síðan á the tiny one í land. Já, nema það að þetta er ekki tiny, þetta er alvöru snekkja inn í, hinn er bara svo stór. Snekkja, en tekur hann ekki bara allt plassin í stóru snekkjunni? Hann er svo tógari og sér kannski bara svo herjólur inn í tógara og svo árabótur inn í litlu snekkjunni. Já, og pottið fullt að jetskiðum eitthvað. Já, hann er átti ekki orðið aðeins svo mikið pening þar. Þú varst nú upplöð í top 10 dýrustu snekkju heim sko. Sem er á pari við þessa líklega. Neinin, aldrei kom snekkja inn í þá snekkju, ég get staðfest það. Ekki. En ég spyr hvað við svo að kæfta þetta drengir? Fáum við stutt recap að það? Já, meðal manneskjaði með 6.200 hugsanir á dag. Queen átti að heita Smile. Þú getur þjálfaði að sofa með opin augun og sofa standandi. Upp á sitt besta stjórnaði Pablo Escobar 85% öllu kókaini. 25% fólk sem drekkur áfengi fær ekki þingu. Þú finnur enga lykt í svefni. Það var allir verið yngsta manneskja heims og Jeff Bezos er að smíða snekkju. Þetta er erfitt í dag maður. Ég ætla að segja að þetta sé Big Giant Horse Manure, menn fólk drekki ekki áfengi verið ekki þund og það Ivo Guðmund segir one of a goddamn kind. Hvað segir þú Steindi? Ég ætla hvað sagðir þetta nummið 2? Að Queen átti að heita Smile. Já, ég ætla að segja það. Nei, ég bjóði þetta til með að þú getur þjálfaði að sofa með opin augun og sofa standandi. Það er hægt að sofa með opin augun en það er ekki að þjálfa þig í því. Við skuldum auglýsingar, svo er það spurningakeppni Gilsarans. Nei, þetta var bara fínt í okkur. Þetta er sonur okkar Aron Kahn með, sveimi þá sitt besta lag, Flýgu upp. Þetta er bara okkar besti maður. Já, það er ekki bara nýtt podcast sem byrjaði hjá okkur í dag. Inn á fn95blöð.is heldur er nýr dagskrárliður í FN95blöð og Steindi Junior. Þú ætlar að sjá hann sko, þessi dagskrárliður. Hvað er konceptið? Sko, konceptið er að því að eins og vorum að koma inn á þann og það er nú ástæði fyrir að poddið er komið út að það þarf aðeins að koma með eitthvað smá gleði. Hvað er jákvæða fréttir? Samt, þú ert ekki að vera að koma í jákvæða fréttir. Nei, sko, máli er að ég ætla því að það er ekki hægt að finna jákvæða frétt. Þannig að ég fann hérna allavega frétt. Ekki að bjarga konar kettu ykkur 3 eða eitthvað? Nei, ég sá ekki, þannig að ég fann bara hérna, þetta er þung frétt eins og alla fréttir en ég ætla að lesa hana og ég ætla að taka inn helium á meðan. Þannig að hún verður, held ég vonandi bara skemmtileg. Heldur þú getur talað eðlilega með heliumi? Já, ég kemur í ljós. En hvað ætlar að lesa marga fréttir á heliumi? Ég var að spá að lesa bara þessa fréttina. Já, ok, þetta er bara ein frétt. Já, ég lesa ykkur margar það. Ég held að þetta væri fréttatími hjá þér á heliumi. Það er rosalegt koncept. Þetta er leiðileg frétt, en þú ætlar að koma skemmtilega frá þér. Ég ætla að biðja þeim að skera hérna með þessum hnífi. Skerðu hérna á þetta. Ég ætla að halda hér. Það er ekki búið að undirbúa þetta. Nei, þetta er bara svona bladra. Já, ekki skera í mig. Nei, þú eru að skera meira, skera þetta bara af. Já, bara takk til þar. En sko eins og þetta á kameru, þú getur verið að vera með heliumfréttir líka Nei, við ætlum að vera með alltaf með sikkur. Negla sem beint á gramma. Já, við sko, fréttin sem ég ætla að lesa. Já, sem er leiðileg frétt en þú ætla að reyna að gera hann skemmtilega. Já, þetta er sem sagt sko, þetta er COVID-frétt. Það er ekkert leiðilega en COVID-frétt. Neikvæð COVID-frétt. Já, þetta er neikvæð COVID-frétt. Þetta er sko delta afbrigðið. Ekki byrja að lesa þetta. Nei, bara fyrir söguna. Delta afbrigðið er jafn smitandi og hlaupabóla. Jesus. Það er nú svolítið leiðilega fréttir. Leiðilega fréttir. Það lækka þetta í betónu fyrir þeim. Og ég ætla núna að taka inn helium. Og lesa fréttina. Ákveður með 2 blöðu, það stuði 2. Ég tók eina til örgis ef eitthvað skildi klikka og springa eða eitthvað svona. Ég er svo hendur með þetta springi framan mig. Herðu, ok. Eina er að ég er alveg óétin. Ok. Hvað mál skildi það? Nei, bara, ég veit ekki. Óétin? Ég er ekki alveg búin að sko researcha
Það skiptir ekki, ég feg bara blind í þetta. Það lestu fréttir. Ok, tilbúin. Ok, nú tek ég inn hérna, byrju, heljum við. Þú varst væntanlega að vera að taka þetta svona nokkru sinnum með ekki? Jú, mér minnir það nú, þetta hafi verið þannig. Byrju, langt síðan ég tók svona heljum. Jæja, halló, breytist röddina? Já, breytist röddina. Delta afbrigði kórónaveirunar virðist vera meira smitandi en veirurnar sem valda venjulegu kvefi, árlegum flensum, ebólu og MERS sjúkdómnum að mati sóttvarnastofnunar Bandaríkjanna CDC. Við það taka aðeins meira. Herru, wow, þetta kom ekki. Þetta kemur fram í minnisblaði CDC sem er New York Times, hefur undir höndum. Því segir að næstu skref stofnanarinnar séu þau að viðurkenna að stríðið við veiruna hafi akkur svo lengi hefur tekið stakka skiptum. Meira, bara tala eðlilega. Hörru, býttu, voru að fara aftur í þetta? Hvað kom með vísverka? Ég kom með svona andlitskláða. Þetta getur ekki verið gott. Ok, ég ætla að halda fram. Andlitskláða? Býttu. Þetta ný bylgja faraldursins er hafin í Bandaríkjunum þar sem að veiran hefur náð mikilli dreifingu. Bandaríkjamenn virðist enn vera átt að sé almenn láð því að bólusetti geta vel búið smita milli manna þegar delta afbrigðir annars vegar. Þá er meðal annars kemur fram í minnisblaðinu þó að auðvitað sé talið að bólusetti og taka meira át og þetta út hinn röddina að koma og klára hérna blöður og skauðst upp í hann. Hefðu finnst það séð séð kláraði fréttina Klán. Já, býttu. Það þarf að ná í hina. Já, hún er búin. En máttu vera með ógustlega mikið? Og ég sker á hana líka. Sker á þetta. Klára fréttina. Það er potið eitthvað svona. Halló. Ertu ekki ellur? Það er lengi með eina frétt. Halló. Okay. Löng frétt. Út koma heim og þetta vera alvarlegur. Má sjá, tala aðeins. Það er ósagt að þetta líða yfir stóni sko. Ok. Wow, hörðu, CDC gaf nýlega tilmæli sem var mælt með því að grímuskylda er aftur komið á. Hörðu, þetta var mikið. Dröggi, býða aðeins. Þetta er ekki það mikið. Jú, þetta var mikið. Þú tókst halva blöður núna. Ég ætla að klára þetta bara. Er það ekki komið? Já, þetta var Það fór ekki til það. Þetta voru, bara fréttinnar í dag. Þú klárar ekki sem fréttina. Vel hægur. Já, ég veit það, ég bara, þetta er svona Af mörgum steiktum liðum þá var þetta með steiktur í langa tíma. Þetta er liður sem mætti vera on camera. Því að vel fyndi þennan að sjúa þessa blöður. Er ég komin með, þú veist, hljóma ég eins og ég? Já, núna já. Já, ok. Hér strax þetta lag er spurningkeppni. Takk fyrir þess að frábæru liðst. Gaman þessu. FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Hárið, það er Keiluhöllin, Slippfélagið og Túborg sem fæði ykkur FM 95 Blu og búið, ef þú varst að hlusta á okkar maður sér á Túborg, kælinn okkar er tómur. Reynda voru við sumafríð, þannig ég fyrirgef honum. Já, sko, en það er ekki eitt Túborg í kælunum. En Richard, það hefur verið svolítið enna, ekki? Hann er nýkomin í frí. Já, hann er búin að klára þetta. En stráka, maður spyrja ykkur. Og svo er það sjálfsögðu opið í Keiluhöllinni alla helgina, verslanum helgina. Þannig að við líka ekki í Keiluhöll að sækja ykkur geggjaða pítsu á Shaken Pizza. Þá er allt opið verslanum helgina. 100%, það er allir í bænum. Já. Herðu, hérna, maður spyrja ykkur, stráka, hreinskilni, er röddina mér eðlilega? Já, því mér fannst eins og hún væri ennþá smá svona. En hérna þú mátt haldi í kvöld ennþá hún sé ekki neðilega sko. Já, ég ætla bara að segja við hlustendur, ég mæla ekki með þessu. Þetta er ekkert sérstaklega næs. Nei, ég held að megum ekki mæla með þessu. Getur þetta ekki verið hættulegt? Jó, þetta getur verið hættulegt. Fagmaður var að gera þetta. Það er ég. Þannig að þú veist að fólk á ekki að eftir. Við veitum að fólk ekki að eftir. En það er hins vegar komið á dagskrálið sem að já, maður hræðist hvað mest í þessu. King of Disappointment. King alveg rétt. King of Disappointment átti að vera King of þjóðatíð en verður King of Disappointment í staðinn. En ég var ekki disappointed í gær þegar að mínum enn í Blikum náðu sér í 100M. Vel gert það. 100 milljónir? Hvernig? Fekku 100M undir reikningin í gær. Nú, hvað? Unnu ástöða vín maður. Hæ? Ég ætla að gefa það trailer. Og ekki nóg með það að hérna sko, þá er líka Gunnleifur Gunnleifsson. Ég veit að hann er í bústað núna með stilt okkur félagana með ískalt vatn og hlusta okkur félagan. Gölsterinn, minn maður. Fekk Jassi prósent af þessu? Það fær ekki prósent af þessu líði. Hérna er trailers. Ég ætla ekki að spila hann allan. Já, Jassi bátti að fá nokkra M hann sko. Það er fílað. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now.
I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch. And I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch. Who will be the king? Who will be the king? Ask the question, muscular man. Ask the question. Ask the question. Jæja, hvernig ná? Hörru, það byrjaði Það var þetta nýbyrjað trailurinn King of Disappointment, sagður Yes, út af því að sko, konceptið er og það er að tengja þetta við eitthvað sem er í gangi í samfélaginu. Við vorum mjög disappointed með að þjóðatíð var off eins og 25 staðir íslíkar og líka með þessa aðgerundaginn það var líka disappointment. Já, þú ert ekki, ég veit alveg hvað disappointment. Þannig að skiljið þið konceptið. Já, það er ég með King of Disappointment. Þetta er bara vonbrigði. Og hver er svona kóngurinn þar? Já. Þetta er ekki eins og, maður vil ekki vera að kalla þetta King of Disappointment. Það er hæðilegu titill. Já, þú vilt þetta alltaf vinna, sko. Jú. Hefur þau verið afbókaður á þjóðhátíð því COVID-draslið mætti og þú varst búlíaður í frí? Já, við lendum báður í því. Já, tvö ári röð með þessa. Já, ég meina að Dalun tók sér 2 ára frí. Þú kallaði þetta Blondell. Það var frí 2020-2021. Thank you Blondell, the Oracle. Robert. Stega báða. Hefur orðið fyrir vonbröðum með árangurinn þinn í backpressu? Já, ég hef gert það. Já, bóttið. Ég var ekki En blöð, ég sé þetta ekki 135 sko. Já, Steindi hæði sér með 80 kíló sko. Já, ok. Þá máttu Kinglo og Bergman sem pakkaði hann saman frá hálfþjóð sko. Ég var mjög Finna þessi ég séð sko. Ég var mjög vonsvikinn þegar ég tapaði móti Loga og náði ekki 80. Hann átti, þú náður Hann ekki 70. hakkaði ekki 80. Já, ég náði 70. Náði ekki 70. Hann fór ekki að bringun á hann, ekki sentimeter sko. Láði hann ekki bara 60? Nei, 60. Jó, þessi reyndan við 80 hæði sér 60 fór upp sko. Já, 70 hefði Síðan sagði, seti 80 stöngina og hann hakkaði því. Nei, ég var bara líka, þú lest mig æfa svo mikið að ég var búinn á því að ég fór í keppna. En sko, mér stæla að Stóni er að fá punktana í blöð. Ég kann ekki að þú fekk í punktana með Becky 100. Nei, það er bara taktan þá mér. Mér er alveg saman. Varstu disappointed þegar þú mistir hárið? Já, vissulega. Já, nei. Þú varst náttúrulega með hár. Já, ég veit það. Þetta var basically bara ég sem get tekið stig. Ég gerði mig grein fyrir því. Þetta er bara stig fyrir þig. En fannst þér leðið? Út af því þú varst eiginlega með vera sexy í dag, ekki með hár, finnst mér sko. Þú varst ógeðslega með hár. Mér finnst það mjög leðilegt. Þú varst með bólukinnar og með hár sko. Það ferði vel að vera sköldlátur. Ég var disappointed. Get ekki logið því. Já, Jesus, ég var degju stressið sko. Disappointed þegar þú sást að Sky Lagoon leifir jöllur ofan í? Nei, hún er ekki disappointed. Við vorum kóruðir. Punktur á Stóni. Þú varst þú disappointed með það? Nei, sjálfsög ekki. Ánægð með það? Kannski ekki á sömu ástæðum og stendi. Þetta er bara Þetta eru góða fréttir. Eða ekki? Auðvitað. Það er hérna Hann er 10 ára. Hefur Gella sagt við þig ok, þú ert lala í dögi en geggjaður á hlið? Hvað er það? Hvað er að gera þetta? Hvað? Akkur er þetta að spyrja þessu? Þetta er ógæst. Þetta er ógæst. Hvað er Sérðu? Nei, því að hún er ósátt við hann í, hún er disappointed með hann í dögi en mjög sátt á hlið. Sérðu alltaf bílan sem að gera fram hjá það er fullt af fólki að lusta á pátitt sko. Þetta er ekki bara eðlileg spurning, þetta er keppni. Já, nei, ég er ekki lendið. Ég er ekki lendið í heldur. Steinþór. Þú er ekki lendið í? Þetta er bara hvað lendið í þessu? Hvaða manneskja myndi segja þetta? Veitu hvað áttur að segja? Það skiptir ekki máli. Mér finnst þetta leðilegt, það er að segja bara ég er hreinskilinn, það hefur ekki sagt þetta maður. Hefur þú skriðið að viniðinum allsber og orðið fyrir miklu vonbröðum þegar spurði þig hvað djöfulinn ert að gera? Nei, það er ekki lett í. Sagður þau við hann hvað djöfulinn ert að gera? Blöð, nú þarf ég Þú þetta voru hreinskilinn Sko, þú skreiðist að mér, ég glemist aldrei. Við erum að byrja nýtt podcast sem þetta hjálpar okkur ekki. Þú ert alltaf að segja, ég er búin að segja þetta svona 1000 sinnum. Ég var í nærbuxum og ég labbaði þið til þín. Skreiðist ekki? Nei, hvorki skreiðin, ég var nakin. Hvað að segja þetta fucking náttúrulega? Ekki búin Ok, þau eru ekki báðir alveg hinskil í dag en ég ætla ekki að tuði því, höldum áfram. Hefur þú flutt inn í glæslegt 2 hæða hús í Mosó en það var bara ekki nóg fyrir þig, þú varst disappointed og ákveðst að stækka við þig? Jesús almáttur. Nei, þetta er ekki punktur. Já, þetta er bara punktur á steina. Já, þú veist, ég var bara, við vorum 4 í 100 fermetrum, við þurftum að stækka. Það er ekki 100 fermetrar, minna hvað var rúmkólan uppi? Hvað er að byrja að ljúa hlustundum? Þetta rúmkóla síðan sé sko, taldur hann ekki með það? 100 fermetrar. Víðitegurinn var 112 fermetrar. 112. Bara pallur yfir 100 fermetrar, Steinþór? Ég séu stóran pall sko, ég var að ammæla daginn sko. Varstu ekki að tala húsið eða?
pallurinn er tekið með í allt Ég er búinn að segja já. Ok, 4-3 fyrir Stóni. Hefur stund að kynli á bakinu og verið extremely disappointed og sippaði beint yfir á hlið? Djúvill á að hamra þessum. Nei, ég bara Þetta er báðu ekki að svara þessu. Já, ég ætla að segja nei. Bara nei. Þetta er nei hjá mig líka. Stóni, þú ert king of disappointment í dag. Af hverju? Ég sagði nei. Það er 4-3. Þú varst yfir. Þú veist punkt á hann. Ég til að fegin að ég ekki með þetta. Congratulations. Þú til hamingju. Já, þetta er bara ekki neitt til að fagni. Jú. Á maður ekki að fagna öllum sigurum? Jú, fagna. Til hamingju með þetta Snæri. Ég held ég var að setja allt annað lag á. Þetta er ekki skemmtilegt lag. Hvað er þetta? Ég held ég var að setja nýja Justin Bieber lagi. Hvað er þetta? Justin Wellington. Þetta var bara eitthvað gæja á skemmtara. Þetta var ekki gott. Það var rosalegt. Já, fyrirgeðu þetta er ekki út að lusta. Þetta var bara leðislega. Ekki í fríi, sko. Já, hann er lagið sem ég ætla að spila Stay með Kid Laroi og Justin Bieber. En sko, ég var að spara fyrir liðdrengi sem að er búin að vera í góðu fríi og þá er ég ekki að tala um bara í sumafríi eins og við því að við vorum ekki búin að fara lengi í þetta. Það er kortmyndur frekar því að þekkið ekki kom svolítið fyrir hann aðna í þriðja innkomu. En ég er með 3 spurningar fyrir ykkur hérna í kortmynduði frekar. Er það þú fórum ekki fans? Þetta er ég bara. Þetta er bara þú, það er nú bara jákaða fréttir. Og ég ætla bara að þakka þetta bara the fans hérna fyrir smá bara thank you. Það er að dælast inn subs á blöðkastið og það er alveg tempo þar inn. Já, fólk er að dælast inn og já, líka verkefni, það er að keyra út á land. Það er aldrei því að fólk veit að mjög fagleg kvikmyndagagrinnan inni og fólk vil hlusta á gaggrina og líka þú vill læra hvernig að breyta $1 í 2. Það er fjármála. Já, fjármálahóndið þitt, sko, það er mjög mikilvægt. Herru, eru þið ready? Rétt. Ok, kortmyndið frekar. Fyrsta spurningin kemur, ég fatt hann í gær. Við vorum í mat hjá Skara og Telmu við Rakel og þá kom þessi spurning og hún er óþægileg fyrir ykkur því að þið stelpu á, það eru jakkan blarið þegar stelpunir ykkar 7 ára. Báða 7 ára. Nú spyr ég, ef þið myndi frétta í dag að það varð mix-up á spítalanum þannig að dóttir ykkar væri ekki dóttir ykkar heldur þú væri eitthvað annað fólk búið að ala upp dóttir ykkar og þið er búin að vera að ala upp dóttir þeirra myndu þið láta vita því eða myndu þið sleppa því? Það verður þreytt mix-up. Í dag er þetta ekki hægt því að krakki fyrir útfarn og bumbunaður en í gamla dag var þannig að bara krökkum að hent saman ykkur herbyggi, allir ykkur á körfu. Ég veit, það er margt sem gerist í þessum þætti sem er ekki hægt í dag en ég er að spyrja ef þetta hefði gerst. En góðu fréttin er að þetta er ólíklegt í dag en já sko ég myndi bara láta vita. Ég myndi bara halda mig við krakka minn og hitt fólki bara með krakka sinn. Sko, ok, þannig að þú myndir ekki tilkynna þetta. Það fer ekki. Nei, minn útbúin að við erum með barnið í 7 ár, hvað ætlar bara að svissis út þá? Það fer ekki á milli mála að stelpuna mínar eru mínar. Hafið komið heim til. Hún er svona terrorist. Hún hleypur og ríður öllu frá sér og að rosa hvað hún sé ekki stór slösuð. Já, hún er að, sko, krakkarnir minn er alltaf bara með hérna gat á njánum og kúl á hausnum og þau eru út allt og upp á öllu. En ef það væri ekki, myndur þú tilkynna? Sko, bara þið myndu vita það sko. Já sko, maður er náttúrulega ógeðslega hræddur um það að maður myndi tilkynna þetta að þau myndu vilja fá dóttir mína til sín og ég myndi fá barnið mig, eða þú veist. Já, barnið þitt. Já, en auðvitað myndi maður vilja goddammit, þetta er erfið, auðvitað myndi maður vilja kynnast barninu sinni samt líka. Þannig að þú myndi láta vita. Sko, Það þarf að skila bara your child. Nei, þú veist. Þannig að Ronja fyrir bara á heimili. Maður myndi náttúrulega aldrei taka það í mál. Þannig að þetta er erfið spurning manni. Ég myndi halda terroristunum. Það er sammála. Ok. Terrorists. Hvort myndi þið freka frá COVID eða klamidi? Sko, má ég velja, er ég bólusettur hér á COVID? Já. Það skiptir öllu. Já, þá er ég sammála. Smita með COVID núna, maður getur ekki með sama, ég er fullt bólusettur en ef ég var ekki bólusettur þá myndi ég ekki nenni. Ég er með Janssen og þú mútt að hosta framan í mig blöð ef þú ert með COVID. Þú ert að fyrir auka sprautu samt ekki? Ég? Akkur að ég að fyrir auka sprautu? Það fyrir Janssen? Nei, því að út í Janssen. Á ég að fara í auka sprautu svona no joke? Þú elskar sprautu líka sko? Hvað eru verið í samt bitch? Ég er búin að tala um þetta í öllu fréttum Hverju skipti það? Ég fyrir bara í aðra sprautu. Ég verð betur eftir sprautu sko. Þú viti hvað ég var feskur eftir Janssen sprautuna. Já, þú varst svo nýr sko. Ég var eins og nýr. Þannig að þið myndi báðið freka að fá COVID en klamdi. Láttu þess að það sem anatólið í leiðinu? Já. Ekki bara í ræktina? Jú, klemma og allan pakkan. Ára þriðja og síðasta hvort myndi frekar aldrei mega fara í sjónvarp aftur eða aldrei fara í útvarp eða podcast aftur? Wow. En betur við verið nýbyrjar í The Purge sko. Já, leiðilegt að mig ekki fara í The Purge. Ég veit meina að the future of entertainment er í The Purge
En fólk horfður alltaf á sjónar bara þegar það horfður bara á votið, tala það. Þú mætti bara ekki verið í sjónvarpsþætti. Yes. Já, sko, fólk Yes. Ég held að sjónvarp sé nú ekki að fara að deyja framtíðinu. Nei, ég er ekki að tala um bara auðvitað, votið aldrei, en ég er að tala um línulega þetta, sko. Nei, ég er bara að tala um þú mátti ekki verið í sjónvarpi, engu þáttum. Yes. En má ég vera á stóra kvíttjaldinu, því ég er með award-winning movie eftir mánuð? Nei, ekki heldur. Fuck. Sko, Það er alveg skemmt. þetta er mér finnst bæði svo gaman. Ég dyrka bæði. Já. Þannig að Bæði, þetta er 3 hlutir, son of a bitch. Já, ok. Sjónvarp, útvarp og pod. Ekki segja hlusta. bara bæði. Hvort myndirðu Það sagði velja? bæði, sko. Já, þú veist God damn it, maður. Þetta er alveg challenge. Ég þarf svar, klukkan er kortir í Sko, mér veist 6. skemmtilegast að vera í skemmtilega konunglega á föstum og ég held að The Pod verður alveg veistla en ég ætla að segja The Pod. Á, tekur það frekar. Ég ætla að segja bara skemmtilega. Sko, búið til TV er bara endalösa biðir og make-up og Þá segi ég bara TV til að jafna þetta út. Ok, þannig tókum sér hvort. Þetta var kortmyndur frekar, við skuldum auglýsingar og svo klárum við þáttinn. Þetta var lagið sem ég ætlaði að spila aðan, Stay, þetta er sem er flott lag, Justin Bieber, okkar maður. Spilaði hann bara eitthvað kolvillið lag á hana? Nei, það var bara eitthvað lag sem var í kerfinu, ég held að væri hann lag. Lest yfir Richie? Nei, ég er ekki að lesa yfir neinum sko. En já, drengi, það svona styttist í endan á sig á okkur. Fyrsti þáttur eftir sumarfrí, hvernig er, það er náttúrulega verslunarmann helgi? Já. Yes. Frí á mánudaginn hjá öllum og hvernig ég byrja á þér, hvernig er helgin hér? Dagatalið mitt segir þjóðatíð, ég horfa á núna, en ég er ekki þjóðatíð. Þannig að ég er að spá að fagna því að ég sé að byrja með award-winning pod og að dælast inn subs og ég er að fagnaði með steik og raut í kvöld. Og var að bjóða besta fastansa landsins Snorra Sturlusinni og í heimsókn og leður hansa og svo Kristín sýsti Gurjar og maður hennar Heiðar, þetta er alltaf frábæra fyllibittu, það er að koma eftir og fyrir með steik og raut og töðundir svona miðnættis og Talandum að fagna the award-winning pod eins og ég kýrst að kalla þetta þá er ég búin að fá svona 300, maður segir þetta oft en nú er ég búin að fá í alvörinni, ok, segjum allavega 10 að vera að spyrja hvernig var fréttin, hver var fréttin, ennþá fólk sem var bara still inn kannski þannig að ég ætla að skora það að spila trailerin aftur það var award-winning right now og hendur mér, því þú þarft ekki að spyrja mig hvað ég ætla að gera melgina, ég er að fara dætt en málega er blöð, en það gefur mér þá allan að sko, gefur mér allan að þann Heiður að spila allan, þú korkar hann á hann spila hann allan einu sinni allan ég slefti síðustu 3 sekúndur já, og það eru mjög mikilvæg sekundur ok, áður hvað við byggðum prófum þetta Fellow Icelanders, sit your ass down and get ready for the biggest news in Icelandic media history. A story about 3 guys. You might even know them. One of them is completely bald. Extremely bald. One of them likes having sex laying on his side. He's extremely lazy. One of them is a highly successful personal trainer / actor / model. You know what guys I'm talking about. These amazing guys. You're gonna sign your ass up right now. Farið og skráið ykkur á fn95blå.is right now. Alla blóndi, thank you. Þetta er yfirkerðasti trailer sem ég eirt á allra aðeins. Já, þetta er, já, núna er einhver að fara að leggja stað í ferðalag og þeir vilja hlusta á annan þátt, þá er það bara einu FN9. Síðan er ég málega smá tís á fyrir það sem ætla að sæna sín í blöðkastið. Þessi trailer var, sko, good work, and my finest work er í blöðkastinu Money trailerinn. sem við getum þeim niður ekki spila og hann býður inni fyrir áskrifendur sem munu hlusta. Ég get votta það það er viðbjóðslegasti trailer sem ég persónulega hef heilt sem ég persónulega já, ég vildi ekki fá hann svona það er bara ég er reynda gaman að hann en það er komið að lokum hjá okkur í dag en hvað er blöð? Þú ert bara að spyrja hvað ég ætla að gera hvað stendar ekki, hvað þú að gera? Ég er að fá systur mínar og maka heim núna við ætlum að spila og borða heima og ætlið þið botsa og keilu líka? Nei, bara spila Króksarar verið spila þið farið botcha og þið farið keilu og
Og hlusta á Bon Jovi. Já, en svo á morgun erum við Steindi að fara að mökka okkur, eða ekki? Jú, það er bara staðfest. Myndi drepa ykkur að bjóða Gissuna með það? Ég er að fagna award-winning pud, sko. Ég held að ég sé búin að bjóða það svona 3 í dag. Við viljum enda þetta á splunkunni í lagi sem að heitir Geri sig fræga og það er herra Nýtursmjör sem er hérna með Mamba Kid, þetta er splunkunýtt og minn maður Jón Bjarni að pródusera þetta. Það er okkar maður. Já, þetta er rándýrt lag. Jón Bjarni, til lukku með lagið, við viljum að spila það hérna. Egið góða helgi, kæru hlustundur, og bara heyrumst á þriðjudaginn í podcastinu, annars heyrumst við næsta föstudag í FM 95 Blö á FM 957.